Komið sæl aftur. Við erum búin að fá viðmælanda 2 í dag. Hilda Jana Gísladóttir, þú ert í öðru sæti á lista Samfylkingar hér í þessu kjördæmi, norðaustur kjördæmi. Þú ert að færa þig úr sveitarstjórnarmálunum yfir í landsmálin. Af hverju? Í fyrsta lagi eiginlega vegna þess að það er svo margt sem að mig hefur langað til þess að breyta í svæðissamstarfinu og eiginlega í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Ég fann svolítið vel fyrir því í bæjarstjórn hvað maður eiginlega endaði á pínu glerþaki þegar það kom að stórum ákvörðunum og ég upplifði líka því miður allt of slæm samskipti milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta er næstum því svo óvinnis, sko, þessi hægri og vinstri hönd sem á að þjónusta almenning allt land. Þannig alveg svakaleg togstreita og ég var mjög erfitt með að skilja hvers vegna því ég hefði haldið að við ættum að vera liðsfélagar. Mikið rífist peninga og ábyrgð og skyldur og svo framvegis. Ég hef líka miklu trú á því að við eigum að hafa meira þjónustu í nærumhverfinu, þar sem að væri til dæmis hjá sveitarfélögunum. Og það er einhvern veginn verið þveröfug þróun í rauninni, allavega hér á Akureyri. Þannig ég taldi að þetta væri rétti tíminn til þess að svona leggja mitt lóð á vogarskálarnar og sjá hvort að maður geti bætt þetta eitthvað. Bara fara inn í atganginn? Já, ég bara bjóða fram krafta mína. Nú hef ég þekkingu á þessum sveitarstjórnarmálum og trúi því að ég hafa eitthvað fram að færa til þess að nálgast verkefni betur. Já. Sko, í síðustu kosningum fékk Samfylkingin hér í þessu kjördæmi 2 menn, en annar maður var jöfnunarmaður, sem að þýðir það náttúrulega að flokkurinn enga veginn tryggur með 2 menn í þessu kjördæmi. Hver er þín tilfinning? Heldur þú náir að komast inn? Ég ætla bara að stefna þangað annað kemur í ljós. Það er bara markmið, það er að komast inn. Hver er tilfinningin? Tilfinningin er góð, en auðvitað maður alltaf hugsar, eru allir bara svona næs við mig að því að ég heyri mjög mikla jákvæðni og stuðning við að ég fara á þing. En auðvitað bara leggjum við okkur leggjum fram það sem við höfum fram málefnalega og hver við erum og svo bara kemur það í ljós. Ég hef reyndar bara all trú á því að ég komist inn. Þú býr á Akureyri, Logi Már er akureyringur og býr á Akureyri, formaður flokksins og í fyrsta sæti. Hvað segja Austfirðingar svona uppstillingu? Það hefur verið mikið rætt fyrir austan marga flokka hvernig á þessu standi. Hjá okkur var uppstilling, hjá öðrum var prófkjör. Og það hefur verið líka rætt, sumir flokkar hafi engan akureyring í efstu sætunum, þrátt fyrir að það sé stór hluti af íbúunum. Og þetta er bara töluvert rætt fyrir austan, hvernig þetta á að vera og jafnvel umræða hvort þetta skipta kjördæminu upp. Þannig það er bullandi óánægði með þetta fyrir austan? Sko, ég held að bara heilt yfir, allir flokkarnir, eins og ef við erum að sjá niðurstöðu eins og kannski einhverja kannanir sína að það sé jafnvel bara 1-2 þingmenn úr því kjördæmi, að þá finnum við alveg fyrir því að það fólk ekkert ánægt með að sjá þá niðurstöðu. Síðan heyrum maður að þetta var fyrir nokkrum árum og þá var engin akureyringur í efstu 2 sætunum og þá var töluverð óánægja hér. Það er auðvitað stilla listarnir ekki saman strengi sína varðandi búsetu en ég held að það sé alveg rök fyrir því að horfa til þessa í uppstillingu. Hins vegar auðvitað ber okkur að vinna fyrir allt kjördæmið og reyndar landið allt ef út í það er farið. En auðvitað skiptir gríðarlega miklu máli að hafa reynslu og finna það svolítið í illjónum hvernig búseta er allt land og sem betur fyrir, hún Eydís í 3. sæti er alveg frábær kandidat og rosalega gaman að vinna með henni. Fjarðabyggð, ekki? Fjarðabyggð, já. Forseti bæjarstjórnar þar. En eðlilega kannski málsins samkvæmt hefur þú opinberlega fjallað mjög mikið málefni í Akureyrar. Eftir bæjarstjórn hér. Þú varst meðal annars í starfshópi sem var að skila sér skýrslu í síðustu viku svæðisborgina á Akureyri. Sumir segja að þetta er enn ein skýrslan sem fer niður í skúffu. Er það þannig? Það fer eftir hver ræður. Ef ég fæ eitthvað það ráðið, þá fer hún ekki. En skiptir það einhverju máli? Skiptir það einhverju máli bara þessi skilgreininga allt í einu Akureyri borg en ekki bær? Það skiptir engu máli hvort þú kallar á borg eða bæ. Það er nú eiginlega bara til gamanskert. Það sem skiptir hins vegar gríðarlega miklu máli er að velta því fyrir okkur hvert á svæðisbundi hlutverk Akureyrar að vera í byggðastefnu á Íslandi. Hvað þjónusta á að vera hér og fyrir hverja, hvaða opinberu þjónusta, vegna þess að tillögurnar sem til dæmis þessi starfshópur leggur fram er að sjúkrahús á Akureyri verði háskólasjúkrahús. Það verði lagt áherslu á millilandaflug Akureyrarflugvöll, að það sé fjölbreytt námsframboð við háskólan á Akureyri. Það sé en ekki búið að tala um þetta mörg ár? Jú, en það hefur aldrei verið tekin stefnumótandi ákvörðun
það að Akureyri eigi með einhverjum öðrum hætti heldur en aðrið þéttbýliskjarnar að gegna einhverju svæðisbundnu hlutverki. Við ákváðum á sínum tíma að Reykjavík yrði borg með tilteknar skyldur og ábyrgð og þá hlutverk. Við höfum séð hvernig það hefur gagnast öllu suðvesturhorninu þar sem að núna búa 80% landsmanna. Öll sveitafélögin hér á Norðurlandi eystra ákváðu sameiginlega inn í SSNE, Samtökum sveitafélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, að þau vildu skilgreina Akureyri sem borg í merkingunni hlutverki, ekki, hún þarf ekki að heita borg, það er nú algjört skiptir engu máli, en að Akureyri fengi eitthvað hlutverk, vegna þess að þegar ég hef verið formaður Samtökum sveitafélaga á Norðurlandi eystra og atvinnuþróunar, ég hef ferðast til dæmis til Þórshafnar og rætt við íbúa og íbúar þar segja viljið guðana bænum berjast fyrir augnlækna á Akureyri vegna það styttra fyrir mig að sækja þjónustu til Akureyrar heldur en alla leiðina suður. Þannig að þetta snýst það verður ekki öll opinber þjónusta allstaðar en við erum að leggja það til að í þessum þjónustupíramíta sé efst höfuðborgin og þar verði mest þjónusta, en við tökum hreinlega skrefi núna sem búið að röflum í rauninni í mörg ár og segjum, það á að vera hérna svæðisborg, það er orðið sem við notum, en það á að vera svæðisbundið hlutverk Akureyrar í íslensku byggðamynstur sem á að vera ólíkt öllum öðrum byggðakjörnum. Þetta er líka hægt vegna þess að sveitafélögin hér á svæðinu hafa sameinast þessa sýn. Þetta þarf síðan að útlista líka á austfjörðunum og fyrir vestan á vestfjörðunum. Hvar og hvernig sjáum við þjónustuna og þar sjáum við þetta aðeins öðruvísa því þetta er ekki alveg sama dýnamíkin þar að segja að það er tiltölulega augljós kostur að horfa til Akureyrar í þessu samhengi. Hins vegar á austfjörðum þurfum við að horfa til þess að þau hafa valið frekar þá leið að þjónustan sé dálítið víða en þar skiptir þá lykil máli að samgöngurnar séu þannig í lagi að þú getur þá sótt þjónustu omvendt þar að segja frá Egilsstöðum til Fjarðabyggðar og vice versa til dæmis. En talandi Reykjavík og það sér miðstöð þjónustu, það er flugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur sem er búið að rífast í áratugi. Rosa mikið. Já, staðsetning hans, maður heyrir það á fólki hér á þessu svæði, það er skíthrætt við það að þessi flugvöllur verið fluttur úr Vatnsmýrinni út af öryggis hlutverki vallarins gagnvart sjúkrahúsinu, nýja sjúkrahúsinu. Akkurat. Hver er þín afstæða til þess? Mín afstæða er bara ofsalega skýr, líkt og Samfylkingarinnar og reyndar er hún bara samhljóða sáttmála milli ríkisins og Reykjavíkurborgar sem felst í því að Reykjavíkurflugvöllur víki ekki fyrir en annar eða betri kostur hefur verið tekin í notkun og þetta hefur við ályktað meðal annars í bæjarstjórn Akureyrar og gæti eiginlega ekki verið skýrara. Það eru margir sem hafa á tilfinningu að borgarstjórnar meirihlutin Reykjavík vilji bara þennan flugvöll burt á morgun. Já, það er það. Finnst þið það ekki slæmt? Þessi tilfinning. Þeir hafa skrifað undir sáttmála, Reykjavíkurborg og ríkið að Reykjavíkurflugvöllur skuli ekki víkja fyrir en að nýr flugvöllur hefur verið tekin í notkun það er búið að skrifa undir þetta. Þannig að þetta þarf ekki að vera mjög flókið til þess að ræðum eða deilum núna. Sumir segja að Samfylkingin eigi svolítið erfitt með að skilgreina sig. Hann hafi verið tengdur jafnaðarmannaflokkur, hafi verið tengdur verkalýðsforystunni og verkalýðsfélögunum í landinu en svo tenging sé farin og flokkurinn sé fyrst og fremst orðin flokkur menntafólks á Íslandi. Hver er þín skoðun á því? Mín skoðun er bara alls ekki svo minnst og mjög skýr. Þetta er bara jafnaðarmannaflokkur, sósíaldemókratar, bara líkt og við þekkjum á Norðurlöndunum, þar sem að við horfum fyrst og fremst til aukins jöfnuðar í samfélaginu í öllu samhengi. Get ekki betur síðan að það hefur verið mjög mikil og náin tengsl meðal annars við stéttarfélögin í landinu. Þannig að mér finnst þetta alveg kýrskýrt að þarna erum við að tala flokk sem hefur það sem sitt fyrsta og helsta mál að búa til meiri jöfnuð á Íslandi. Og það sé í lagi að þeir sem eigi meira, borgi meira til samhjálparinnar og við segjum það bara ber orð á meðan að mjög margir leggja kannski eitthvað fram en útskýra kannski ekki hvernig þeir sjá fyrir sér að fjármagna það. Þá erum við bara mjög skýr með það og við erum heldur ekki að leggja fram mjög ýktar tillögur. Við erum að horfa fram á bara mjög svona sósíaldemókratísk samfylkingarmál sem er að koma inn með barnabætur, hækka örorku og ellilífeyri og vinna á framboðsliðinni á húsnæðismarkaðnum. Þetta eru okkar tillögur sem við höfum skýrt hvernig við munum fjármagna. Þannig fyrir mér er þetta mjög augljóst. Það er að snúa aðeins stefnunni að meiri jöfnuði og meiri almannahag fremur en sérhagsmuni. Getur þú fest hönd á einhverju sérstöku kosningamáli sem að þú myndir velja berast fyrir segjum svo að þú farir inn í þing.
Hvert er þitt fyrsta frumvarp fyrir Norðausturkjördæmi? Fyrir Norðausturkjördæmi? Ég myndi vilja sjá að við myndum skilgreina hvert er hlutverk Akureyrar sem svæðisbundið hlutverk Akureyrar í stóra samhenginu og það í samvinnu við heimafólk. Ég myndi gjarnan vilja sjá að það er auki fjármagn inn í sóknaráætlanir landshlutana vegna þess að ég hef gríðarlega mikla trú á því að treysta heimafólki fyrir sinni eigin framtíð skipti máli. Og þar finnst mér oft verið að geða mistök þegar það á að koma með einhverja töfra ríkislausnir beint úr höfuborginni, dreift út á land, í staðan fyrir að segja hvernig sjáu þið fyrir ykkur sóknina og við, sveitarfélög og ríki, komum sameiginlega með fjármuni inn í það verkefni og því miður hefur verið að draga úr stuðningi inn í þau verkefni og aðeins 2 ráðuneyti komið að því. Ég myndi gjarnan vilja sjá þessa breytingu. Ég myndi vilja sjá breytingu á því að það kæmi verk og listnám við Háskólann á Akureyri sem í mínum huga gegnir töluverðu hlutverki, klára þessa legudeild til sjúkrahúsið á Akureyri og að það fái heimild til þess að vera háskólasjúkrahús. Og ég gæti reyndar haldið einhvern veginn endalaust áfram en stóru málin eru þessi heildarmál. Að jafna kjörin og stöðu fólks í landinu. Það er ekki boðlegt að kjaragliðnunin milli lægstu launa og öryrkja og aldraðra sé að verða hátt í 85.000. Það er ekki í lagi. Það væri fyrsta mál. Heilbrigðiskerfi að við lögum bæði gjörgæsluna og heilsugæsluna allt land. Við þekkjum það nú ágætlega hér, örugglega og bæði ég og þú, hvernig sú aðstæð er og þegar maður hringir á heilsugæsluna og fá svarið, þú mátt hringja aftur eftir 2 vikur til þess að reyna að panta tíma. Ég veit ekki eiginlega hvað væri að hrjá mig, inngróin tánögl eða eitthvað sem ég myndi samt vilja reyna að fá aðstoð við á næstu 2 eða næsta mánuði. Þannig að heilbrigðiskerfið að laga kjör öryrkja og aldraðra og barnafjölskyldur þurfa og eiga að fá eins og hinum Norðurlöndunum að fá þessa kjarabót sem að fæstir þekkja sem eru barnabætur. Þær byrja að skerðast núna við 351.000. Við erum að tala að hækka það upp í miðgildi launa áður en það fara að skerðast. Þannig að þetta verður raunverulegur stuðningur við barnafólk. Í lokin, Hilda Jana, Samfylkingin er núna að mæla svona milli 10 og 14% eitthvað svoleiðis í þessum könnunum sem hafa birst. Einhvern tímann hefði það nú ekki þótt mikið fylgi fyrir stóra jafnaðarmannaflokk á Íslandi. Hvað skýrir þetta? Það er náttúrulega bara gríðarlega mikið breyst í íslenskum stjórnmálum eins og hver sem fylgist með þeim og þú sjálfur þekkir. Ég meina við vorum að horfa á 4 flokka hérna ekki alls fyrir löngu. Fylgi flokkan allra flokkana. Hvaða flokk sem þú tekur hefur bara gjörbreyst. Það eru fleiri valkostir, það eru fleiri sem bjóða fram krafta sína og svona þessi gamla flokkshollusta eins og þú værir bara í Liverpool að eilífu af því að þú heldur með þessum flokki. Þetta er bara svolítið búið. Ég held að það sé bara gott mál og að það er bara breytt landslag og það er bara allt í lagi. Það er ekki hræðilegt en við verðum þá líka kannski að horfast í augu við það að þá þurfa líka fleiri kannski flokkar að geta unnið saman. Verður þið í næstu ríkisstjórn? Já. Þú ert alveg 100% viss um það? 99,99? Nei. Ish. En svona nálægt því? Ég vona það. Ég trúi því að það veri betri ríkisstjórn með Samfylkingunni innanborðs. Kærar þakkir fyrir komuna. Og við sjáumst rétt á eftir.